Góðan daginn! Það komið að öðru reset-vloggi. Það 1. október á morgun og mér finnst alltaf gott að taka svona daginn áður til þess að svona undirbúa fyrir mánuðinn. Þannig að þegar það 1. kemur þá bara tilbúin með markmiðið mín, tilbúin með bara resetið. Ég ætla að taka ykkur með mér í næstu daga. Ég var að klára pílatesæfingu. Þetta var smá feiluð æfing af því að tíminn átti að vera 8:20 en þjálfarinn mætti ekki fyrir en svona 8:45. Hún glemdi að hún ætti að fara að þjálfa. Þannig að þetta var svona ekki kannski jafn góð æfing og hún átti að vera. Hún var styttri og eitthvað svona. En ég tók aðeins tröppur líka bara til þess að aðeins gera meira. En það sem ég mjög spennt fyrir í október að mæta meira í pílates. Ég náttúrulega byrjaði bara í pílates 1. sept og búin að vera að fara svona 2-3 í viku. Nú langar mér sko að byrja að taka svona kannski svona bara eiginlega alla daga, 4 til 5 sinnum í viku. Kannski lauma einu liftingadegi þarna inn einhvers staðar og síðan bara vera dugleg að taka stiga með pílatesæfingunum. Veit að það mun fara á markmiðalista minn fyrir október, sem ég á eftir að gera. Það ekkert eðlilega ógeðslegt veður og ég svo hrædd að öll upplifun sé bara að fara að fjúka. Ég að ná mér upp úr veikindum. Ég búin að vera heima, ég var heima í viku, bara ónýtt. Þannig að þetta fyrsta æfingi mín í sko 1,5 viku. Þannig að kannski það var fínt að hún var svona aðeins rólegri. Ég svona ekstra peppuð fyrir resetinu út í ég búin að vera, þú veist, bara lasin seinustu daga. Það var í Hagkaup núna með vantar augnháragreiður fyrir vinnuna að því að pöntinu mín ekki komin. Langar mig að gera eitt sem að ég á ekki að vera að gera. Ég langar að lita mér hárið í kvöld. Já, í kvöld. Ég náttúrulega vloggaði þegar ég fór í litun fyrir 2 vikum og ég sagði ykkur því vloggi að ég búin að vera svona geðmikið skotin í svona að fá mér rautt hár og ég hætti við það fyrir þann tíma og ákvað bara frekar að ferska upp á þú veist litun sem að ég var með. Þannig fekk mér bara mjög svipað og ég var með bara tónaða og bættisfríbur. Ég sé bara mjög ánægð með það og það og svo bara svona senstu daga ég bara komin aftur með bara oh my god hvað mér langar í rautt hár og ég held að aðalástæðan sé að því að mér langar bara í fallegt sítt hár og hárið mitt ógeðslega slitið, ég veit ekki, það bara óbjarganlegt. Ég búin að reyna svo lengi núna að bara bjarga því en það vantar svo mikið í hárið mitt, það bara ójafnt og slitið og ég þarf að fá mér hárlengingar og ég rauðar hárlengingar þannig ég smá bara svona, ok, mér langar bara að lita mér hárið og setja mér hárlengingar í vikunni. Ég var á TikTok í gær að svona þú veist, fá innspá fyrir lit og það var ein sem að postaði ógeðslega flottum lit sem hún gerði með pakkalit og hún blandaði einhverjum svona rauðum L'Oreal lit við svona rauðan L'Oreal lit og ég að vonast að þessir 2 séu til í Hagkaup núna. Þá get ég keypt þá. Það 100% þá ég að fara að gera það bara í kvöld. Reset plus glow up vlog vonandi. Ég fattaði það bara þegar ég var að labba út að ég var að drekka smoothie áðan. Ég lofa þetta var langt verður ekki bara ég að drekka smoothies og í bílnum. En ég sem sagt fór að vinna, tók 2 kúna í lagfæringu. Það var bara svo svöng að ég ákvað að smakka nýja og vera svona gut friendly, hollur drykkur. Ok, ég myndi panta bara hann aftur. Þetta bara mjög fínt. Líka fínt að Josie komin með þú veist af því það var eiginlega bara valmöguleiki á milli Sava og svo einhver ógeðslegar vanleg mjólk drykks. Þetta meira svona hotlistu. Ég mætti í Netto og einu rauða sem ég sé Intense. Ekki séns. Þessi. En ég held ég þori ekki að kaupa hann. Ekki mikið í boði hér.
og ég keypti bara svona því það var allt hvítlauksbrauð búið í Krónunni. Hvítubrauð fyrir annan kvöldmat í vikunni, svona fyrir Oliver, ávexti og grænmeti, hlaðkökur, skvísur, nóa kefir. Ég og Brynjar drekkum þetta bæði alla morgna, þannig að nóa því fyrir kaffið, eitthvað svona. Það er ógeðslega gott að fá með svona sem millisnakk á svona maískökur og svo bara eitthvað fleiri sem vantaði. En já, þetta er matseðill vikunar og ég ætla að reyna að fylgja honum. Ég ætla að fylgja honum ekki mikið í seinustu viku út af ég var veik, þannig að vonandi verður þessi vika betri. Og ég ætla bara að fara að elda. Þessi hér með venjulegu hakki, hann bara tilbúinn. Og þessi hér með vegan hakki, hann aðeins að eldast meira. Góðan daginn. Ég ruglaðist þessi í gær. Mér sem sagt leiði svo að vera 1. október í dag, en það er 30. september í dag, þannig að það er 1. október á morgun. Þannig að ég fæ 2 undirbúningsdaga fyrir reset, eða til þess að byrja október vel. Ég var að koma úr Hagkaup og Eskun Björnsson. Ég er ekki ennþá að finna, þú veist, hárlitina sem ég er búin að sjá að verða flottir, svona pakkalitir. Ég ákvað að hringja systur mína, sem er hárgreiðslu kona, og fá smá ráðleggingar. Og basically ég þori ekki lengur að gera þetta sjálf. Ég held ég þurfi að fara á stofu til þess að lita það rautt. Og því hún var eitthvað að ræða mig. Hún var að segja eitthvað svona rótina eftir að verða örugglega bara eldrauð og endarnir öðruvísi og ég nenni ekki að vera með ógeðslegt hár. Og svo sem að gera hárum mitt vanalega á ekki laust fyrr en eftir svona 3–4 vikur. En ég er aðeins að skoða hvort ég finn eitthvað nýja stofu til þess að gera þetta. Kannski næ ég að lita það í vikunni, kannski ekki. Ég ætla að gera bara basic ískaffi sem þetta er vanilla, Nespresso hylki, eða þetta er reyndar ekki Nespresso hylki en þetta er í Nespresso vélina. Smá. Ekki flóknar en það. Svo ég að gera mér markmiðalista núna fyrir október. Ég er hérna með markmiðin sem ég setti mig fyrir september. Ég ætla gátt ég hafi feilað á einhverjum af þeim. Bara fara hratt yfir þetta. Æfa 5–6 í viku, check. Calorie deficit, bara já, check. Minnka búðarferðir, check. Aldrei sofna með mikið drasl frammi, check. Enga orkudrykki, check. Ég er ekki búin að hafa með neitt orkudrykk í september. Sími off klukkan 22, sofna hörmyndi. Ekki check. Lesa 1 kafla í bók okkur degi. Ég kláraði fyrstu bókina mína ég veit ekki hvernig ég kláraði seinast heila bók. En ég semst kláraði bókina sem ég tók mér á bóksamni í byrjun september. Og ég kom með nýja bók, þannig að núna er ég held ég sé komin alveg á blaðsíðu 100 í henni. Ég tók hann í senstu viku. Þannig að já, það gengur vel. Fleiri göngutúrar. Ég hafði alveg mátt vera aðstöðulega fyrir göngutúra en ég tók alveg kannski nokkru sinnum í viku. Og teygja eftir æfingar, check. Ég myndi segja að september hafi gengið mjög vel í markmiðum og núna ætla ég að gera fyrir október. 1. september fyrir mér er svona bjartir haustdagar, laufblöðin að breyta lit og bara svona gaman. En október er svona haustmánuður sem er meira svona byrja að dimma og meira svona spooky season. Mér líður svo á morgun sé bara komið spooky season og þá megi byrja að skreyta fyrir Halloween og horfa á Halloween myndir. Fyrsta markmiðið mitt verður bara Pilates sem bara 4–5 sinnum í viku. Ég ætla að skrifa að borða meiri grænmeti. En ég er búin að vera að reyna að fá mér núna green juice í morgumat eða allavega einu svona dag sem er með náttúrulega mjög mikið af spínati og ingeferi og eitthvað svona þannig skemmtilegu. Ég ætla að skrifa göngutúr. Ég er bara 2–3 sinnum í viku. Svo ætla ég að hafa að sofna með hreina íbúð. Að halda inni enga orkudrykki. Klára bók. Posta á YouTube einu sinni í viku sem ég gerði í september. Skrifa hitta vinkonur út af því að
Það eru svolítið margar vinkonur sem er langt síðan ég hitti sem ég langar að fara að heyra í. Gera mig meira til. Þá er hérna full markmiðalisti. Mér líst bara vel á hann. Þetta er alveg eitthvað svipað á seinsta mánuði og svo svona einhver ný. Skál fyrir því, nú ætlum ég að fara að sækja Oliver. Upp á stofu að vinna eftir æfingu, ég lít hræðilega út þannig ég er að reyna að kofra andlitið mitt. Ég er á leiðinni í litun og við ætlum að fara að fá okkur haustlit. Ég er ekkert eðlilega stressuð. Þetta er svo stór breyting en mjög spennt, þannig kom með mér í litun. Ég mætt vegstæði bara þetta fyrir utan. Þetta er stofan sem ég er að fara á. Ég hef farið á hana áður, en þá fór ég samt til annara. Nú er ég að fara til Nema. Góðan daginn. Oliver er lasinn heima í dag. Ég keypti smá snapp fyrir hann. Hérna, hversu vel? Ég er orðin reiðhærð. Og ég setti í mig alveg slatta af hárlengingum hérna fremst. Náði bara að setja held ég 3 aftan, þannig þú veist það vantar smá aftan á. En systir mín er að koma með fleiri helgina og hún ætla líka að klippa þetta aðeins til þess að gera þetta aðeins hérna. Svo ég klippti þetta bara einhvern veginn. Hún ætla að svona fínpúsa hárið mitt helgina en ég er mjög ánægð með þetta. Mér finnst þetta náttúrulega, ég þarf að venjast þessu svolítið og þetta er svolítið svona mismunandi eftir þú veist birtingu. Eins og núna er ég á móti glugga þá finnst mér þetta að vera svona gett bjart og rautt, en síðan fer ég kannski í skugga þá er þetta meira svona dökkrautt, eða svona brúnur dökkrautt. Þannig að já, haustleg er hún. Óli sérst ældi í morgun 2 svar, þannig að ég er með heima í dag. Brynjar er svona, við erum að skiptast á svolítið að vera heima af því að við erum bæði með einhverja læknatíma, þannig að þú veist, nú er hann hjá lækni, svo er ég að fara til tannlæknis á loksins, ég veit ekki hvað þetta sjáist, en það er kannski munið eftir logginu sem ég fór til tannlæknis fyrir nokkru vikum til þess að laga brotinn góm og það er alltaf að gefa mér svona glæran góm yfir alla tennurnar til þess að ýta þeim aftur tilbaka því ég er alveg búin að vera með bara frekjuskarð í nokkra vikur núna. Og svo er ég að fara upp í ljósmyndastúdíó með Natalíu og svo planið var að nota 1 klukktíma í að taka þjálfarmyndir af henni og hún ætlaði síðan að taka fjölskyldumyndir af okkur, en ég veit ekki, þú veist, hvernig við erum með Oliver, hvort við þurfum bara kannski að gera það seinna. Ég er bara að bíða eftir að Brynja komi heim og svo fer ég í tíma minn á eftir. Vill taka ykkur með mér í þennan dag líka með nýja hárið mitt. Þetta er geggjað. Þetta er geggjað. Ég er að elska þetta. Ég er mjög ánægð með þessu ákvörðun. Ég er að labba inn í Smárlindina af því að við ætlum að gera fjölskyldumyndatökuna eftir. Þannig að ég þarf að kaupa mér eitthvað svona ból til þess að vera í. Ég er búin að finna áttum fyrir Brynjar og Oliver. Það sem ég sé að ég labba í H&M er svona t-shirt. Hann er svona kremlitaður. Og það við verðum sko öll í ljósum gallabuxum. Þetta er eiginlega sami liturinn á bólurinn á Brynjar verður í. Þannig að kannski væri þetta alveg cute. Herðu, ég skræmti tannlæknis. Ég semst keypti bólinn sem að ég ángriðs, ég var í svona 4 mínútur inn í Smáralindinu. Ég fekk svona gæja og ég á að vera með þetta, þannig að hráða þetta. Ég ætla að vera með þetta eitthvað, þá ætla að myndatakan byrjar. Klukkan er bara að verða 2. Svo ætla Natalie að hitta með hana 2:30 og við ætlum að taka klukktíma session fyrir hana og svo Brynjar og Oliver koma og hitta okkur hana. Við erum mætt í stúdíóið, koma okkur fyrir. Natalie er að stilla upp ljósum á myndavél. Natalie er með heila tösku af íþróttafötum. Hún er að fara að taka coachmyndir. Við ætlum að skoða. Varstu að fá þér hérna brúna örflagstimmur núna?
Þetta við fengum á námskeiðinu. Já. Cute. Það svona fatahengi, en svo getur hengt upp outfitin svona... Það? Já. Leikur október. Þannig ætlum ég að koma með options hérna. Þú ert búin að græja allt fyrir mig þarna? Já. Þannig ætlum ég hvað erum við að taka myndir fyrir? Fyrir barnnámskeiðinu. Mamma bíða. Gera síðan og við. Eittur að Jæja, þá myndatækjan búinn. Sæf. Wow. Natalia Photography. Spenntum okkur Tokyo Sushi til þess að fagna myndatökunni. Myndatækan gekk sjúklega vel og ég svo svöng. Sammála. Bon appétit. Og takk fyrir að horfa. Á sama tíma í 2 ár. Bon appétit. Bon appétit.